Það er 11 og þá er komið að skýrslu bæjarstjóra til málstekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Á miðvikudaginn 21. apríl var haldið málþing norðurslóðastarf með Guðlaugi Þór Þórðarsyni utanríkisráðherra hér í Hofi. Þar voru rædd tækifæri Akureyrar í norðurslóðasamstarfi og lögð áhersla á mikilvægi bæjarins sem miðstöðvar norðurslóðastarfs á Íslandi. Vegna fjarlægðar og fjöldatakmarka gátu fáir verið í salnum, en fundurinn var sendur beint út á netinu og það fylgdust vel á annað 100 manns með framsöguerindum og umræðum. Síðdegis þann dag áttum við góðan fund með ráðherranum í Ráðhúsinu, sem sagt bæjarfulltrúar og fleiri, og var ánægjulegt að heyra einlægan stuðning hans við hlutverk Akureyrar í samstarfi þjóða og þjóðarbrota á norðurslóðum. Hvatti hann okkur til dáða á því sviði og benti á leiðir til þess að styrkja stöðu okkar enn frekar. Mánudaginn 27. apríl mættu starfsmenn Umhverfisstofnunar Norður og tóku upp stuttu viðtal við mig fyrir ársþing stofnunarinnar þar sem ég ræddi mikilvægi starfa án staðsetningar og ýmsa fleti á því máli. Þriðjudaginn 27. apríl fundaði ég ásamt sviðsstjóra samfélagssviðs með starfsmanni Íslenska sendiráðsins í París ráðstefnuröð barnvænna borga og sveitarfélaga sem fyrirhugað að halda víða Evrópu fyrrihluta árs árið 2022. Mikill áhugi að fá Akureyri þar inn með erindi. Aðalfundur Northern Forum samtakanna var haldinn 29. apríl. Samtökin fagna nú 30 ára afmæli sínu og á fundinum flutti ég stutta tölu og mikilvægi þess starf sem þar er unnið og þýðingu þess fyrir Akureyri í fortíð og framtíð. Seinna þann sama dag flutti ég ávarpa ársþingi Íþróttabandalags Akureyrar. Föstudaginn 30. apríl, síðasta dag mánaðarins, átti ég afar ánægjulega stund með stjórnendum öldrunarheimila Akureyrar og þar voru líka forsvarsmenn heilsuverndar hjúkrunarheimila á Kaffi Sól og Hlíð, þar sem við buðum upp á veitingar og færðum stjórnendum blóm og þökkuðum þeim afar gott og gjöfult samstarf á liðnum árum. Frá því á síðasta ári hefur verið unnið að yfirgripsmiklum breytingum á stjórnkerfi sveitarfélagsins með það að markmiði að gera það skilvirkara og straumlínulagaðra og stytta ýmsar boðleiðir. Sú vinna er nú komin á góðan rekspöl og hef ég átt ófáa fundi verkefni á síðustu vikum. Flutningur öldrunarheimila Akureyrar frá Akureyrarbæ var staðista aðgerðin fyrr og síðar við lækkun kostnaðar hjá Akureyrarbæ og við stjórnsýslubreytingar hjá sveitarfélaginu. Þá er bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir lokið máli sínu og dagskráin er tæmd. Eftirtaldar fundagerðir lagðar fram til kynningar. Afgreiðslufundur byggingafulltrúa 23. og 29. apríl, bæjarráð 29. apríl, fræðsluráð 27. apríl, kjarasamninganefnd 27. apríl, skipulagsráð 28. apríl, umhverfis- og mannvirkjaráð 16. apríl, velferðarráð 21. apríl og hægt að nálgast alla þessar fundagerðir á heimasíðu bæjarins og þá segi ég fundi slitið klukkan 16:40. Takk fyrir góðan fund.